Ég held að þetta sé ekkit mjög flókið. Það eru auðvitað þannig að það geisa verðbólga þá þurfa allir að leggjast á eitt að ná henni niður. Já. Og við sjáum að ríkisfjármálin ekki að styðja við stefnu Seðlabankans. Mikið launaskrið á vinnumarkaði, bæði í einkageiranum og enn meira í opinbera geiranum. Miklar fjárfestingar framundan í innviðum, bæði í orkuframkvæmdum og vegagerð og öðru slíku. Já. Og þetta allt saman olía á eldinn. Þannig að það er alveg sama hvað Seðlabankinn gerir í hækkun vaxta, að hann næri ekki að kæla þetta. Nei. Það verður að vera miklu samhentari tök á ríkisfjármálum og vaxtastefnu til þess að við náum árangri. Já. Og það sem við erum að fara að breyta núna og kem nú með fréttina nánast fyrst hér, ég sagði nú samtökum sparifjáreigenda frá þessu á morgunfundunum bara núna daginn, að við erum að fara að bjóða upp á erlenda vísitölusjóði sem eru mjög ódýrir í appinu. Í appinu? Já, það er ekki komið, en það er handan við hornið. Við erum búin að vera að vinna í þessu núna í þó nokkuð tíma og auðvitað gera hlutirnir alltaf hægar en maður vildi, eðlilega, helst hefur viljað sjá þetta fyrir ári síðan, en við erum búin að vera að vinna í þessu núna í tíma og það er stutt í þetta. Og við getum þakka það, þessu ágæta veðurfari núna, að það var hægt að vera í þessari miklu loðnuleit og hún fannst. Og það sem kemur í ljós er að loðnan er bara verulega það finnst mikið loðna og það má maður hafa væntingar enn meiri loðnu eins og Kristján Már Unnarsson okkar galin félagi hann komin í gang núna fór mjög vel yfir í sjónvarpinu í gær. Það er stór ganga fyrir norðan sem að menn viti, hún er ekki inn í þessari ráðgjöf núna. Þannig að það gæti komið meira. Og bara í þessari viku, núna fjórðu vikun í janúar, að við erum að sjá uppsagnir verulegar og það er verið að spá fleiri uppsagnir veit ég og þetta eru uppsagnir í svona miklu sérþekkingafyrirtækjum, hvort sem það er T-Code eða Alvotech eða víðar. En það sem veldur okkur líka áhyggjum að það er þetta trend allan heim að sjá þessa þætti sem snúa að aukinni veikindatíðni, að við erum að sjá Reykjavíkurborg og Landspítalan 7% af dagvinnu er að fara að borga veikindi 7%? Það eru 6 milljarðar bara á þessum 2 vinnustöðum sem eru farin að borga veikindi starfsmanna. Veikindi starfsmanna. Ertu þá að tala langtíma veikindi eða bara veikindi? Bara fjarvera vegna veikinda. Þetta er heildartalan. Já, fjarvera vegna veikinda.